Magnús, þú hefur búið lengi hérna á Ströndum og hefur stúderað Jón lærða, eins og sjá má í ritgerð sem birtist hérna í þessari bók, Strandamaðurinn Jón lærði. Maður spyr, hvernig verður svona maður til á svona afskiptum stað eins og þessum? Við getum í sjálfu sér litlu svarað því við vitum svo lítið Strandir á þessum tíma einfaldlega. Jón alveg einstakur í því, hann eiginlega eini rithöfundurinn í langan tíma sem kemur frá þessu staði sem eitthvað liggur eftir. Og annað bara sára lítið. Ef við skoðum annála, dómabækur ekki til og við skoðum annála þá bara sára lítið að fréttum af Ströndum fram að galdrabrennum. Þannig að við vitum í rauninni ekki mikið annað en það sem hægt að rekja upp í smáatriðum. En það eiginlega bara í galdrabrennunum sem þessi staður kemst svona í sviðsljósið eiginlega? Já, og eftir tíma Jóns í rauninni, löngu eftir hann farið héðan. En hvernig maður hefur þetta við? Hann virðist hafa verið alveg gríðarlegur handverksmaður og framan af virðist mann af því sem til eftir hann. Það eru handrit sem eru til sem hann hefur skrifað. Hann hefur unnið við skriftir. Hann segir á einum staði eða það haft eftir honum að hann hafi skrifað upp 3 lögbækur sem bendir til þess að hann hafi verið á svæðinu orðinn atvinnuskrifari. Og svo annað sem hann hefur gert, samanber hann skrifar upp Guðmundarsögu góða, kaþólska bók og meira segja bætir inn í hana Jartínasögu með kraftaverkum og það hlýtur að hafa verið menning sem fóstraði þetta allt saman. Það eiginlega það sem maður veit, en hann hefur verið einstakur vegna þess að hann líka þekktur alla tíð sem handverksmaður á tré og tennur og slíkt. Þannig að einhver menning hlýtur að hafa fóstraðan í uppeldinu. Það eru fjalir í Þjóðminjasafninu sem að má leiða getur að séu eftir Jón. Já, það eru 2 fjalir sem Þjóðminjasafnið fékk meðan Sigurður málari var þarna seint á seinni hluta 19. aldar og það eiginlega eina verkið frá fyrri öldum og menn hafa sagt að það geti ekki verið eldri en 16. og 17. öld og það sem ýtir undir það annars vegar góður tréskurður og hins vegar efni. Þetta fyrst og fremst þjóðsagnaefni og Jón má eiga það, hann einn fyrsti maður sem skráir þjóðsögur og þar á meðal sögur Margí, Hafmeina og fleira sem kemur fyrir í þessum brotum af einhvers konar skreytingu sem þetta virðist hafa verið. Hann náttúrfræðingur líka en náttúrulega með þeim formerkjum að hann að lýsa alls konar feiknum og undrum að þeirra tíma hætti. Já, hann barn síns tíma vil ég meina, menn hafa gjarnan verið, eða voru gjarnir á að dæma hann út frá okkar sjónarmiðum en á þeim tíma margt af því sem við höfum hjátrú í dag var ekki talin hjátrú í kaþólsku, afi hans var kaþólskur og hann fóstrar þessa hluti áfram og í andstöðu við prestana og slíkt að hann skuli játa það að sé ýmislegt og það má segja að það fleiri mál sem að lendir í eins og galdraákæruna þegar maður skoðar titlana af þessum göldrum sem átt að vera í bókinni þá eiga þær meira sammerkt með kaþólskum og jafnvel evrópskum kaþólskum lækningabókum heldur en nokkuð tíma því sem seinna í galdramálum. Þannig að það kannski hefur breytingin, siðaskiptin menningarlega orðið mikið seinna þarna norður frá. Ég skal ekki fullreyna það. Það eru svona pápísk áhrif. Já, veruleg. Ég meina hvað var lækning á pápískum tíma, það voru bænir og svo alls konar hjátrú og trú á steina, þeir læknuðu eitt og annað. Þetta kemur allt fyrir í ritum Jóns, Hann kveður hérna niður frægan draug og það fer af honum þetta galdrarykti. Já. En þú segir kveðja niður draug við nútímamann og þá glott allir. En á þeim tíma, þetta var talin hetjudáð, þannig að menn trúðu því hvað hann var að gera og það verður ekki snúið með það að kvæðin sem hann orti í þessu tilgangi, þau eru ansi magnaður. Til að kveðja niður Snæfjalladrauginn. Það ansi magnaður kveðskapur og sérstakur og fólk virðist fullkomlega hafa trúað í að hann hafi gert þetta. Og þótt eðlilegu hlutur að menn reyndu það eftir því sem stóð á og honum tókst það. Draugurinn hætti að angra fólk á Snæfjallaströnd. En hann náttúrulega langt frægastur fyrir Spánverjavígin. Já. Og það svolítið sérstakur kapítuli.
ef maður horfið á bókmenntalega þá getur maður hins vegar sagt að ritgerðin sem hann skrifaði um þetta, hún alveg einstök á þessum tíma vegna þess að hún svo hrein og bein og líkari, hvað maður að segja, tímaritagreinum í dag heldur en því sem flestir skrifuðu á þessum tíma. En hann fyrst og fremst að réttlæta það hafi ekki tekið þátt í þessu og segja frá kynnum sínum að þessu og þetta gengur þvert á það sem seinna skrifað í réttlætingaskyni fyrir drápin. En hann kynnist þessum mönnum og segir að hann hafi átt góða vini þarna meðan þeir eru að veiða hval þarna og hann verður andmæli því að fara þegar það gerð herkvaðning og það kannski ástæðan fyrir því að hann verður svona ofsóttur, að hann verður að flýja á svæðinu. En þetta einstök lýsing frá þessum tíma á bæði á smábrotum daglega hluti og svo hvernig útlendingar koma hingað og hverju þeir breyta. Og það aftur annar hluti af sögu Strandasýslu sem mjög erfitt átt að sjá allar þessar hvalveiðar sem hvergir getið í íslenskum heimildinum þessar reinu ritgerð. Menn voru að koma hérna að sækja hval. Já, og héldu því áfram að minnsta kosti fram miðja öldina og settu upp hvalstöðvar á ströndinni og hvað þýddi það fyrir fólki hér sem ekki sagði frá þessu skriflega, það þýddi verslun og lúxus sko. Og Jón nefnir hluti sem fólk gat fengið þarna auðveldar en nokkurs staðar annars staðar eins og verkfæri, stríi og járn og annað slíkt sem var ekkert auðvelt fyrir fólk að fá. Já, eftir Spánverjavíginn þá flæmist hann hérna burt og kemur aldrei hingað aftur. Nei, það ekki að býta til þess að hann nokkuð tímann komið aftur. Og hann að sumu leyti, hann flækist virðist einhverju leyti verandi vernd Guðbrandar biskups, hvernig sem á því stendur, það svona tilgáta. Og eftir hann lendir í galdramálunum og það Dani sem byrjar þau á Bessastöðum, að þá hann eiginlega ekki gefinn annað kostur en að fara austur og halda sig þar. En það þýðir það sama, hann alltaf jafnlangt frá menningasetrunum í Skálholti og Bessastöðum eins og hægt að hafa hann sko. En hann ber beinin þarna fyrir austan? Hann ber beinin fyrir austan. Og hann skrifar ýmislegt þar ekki síst, margt af því merkilega sem hann skrifar svör við fyrirspurnum Brynjólfs biskups, sem náttúrulega annar mjög sérstakur maður með óvenjulega menntun á Íslandi á þeim tíma. Því hann á kafi ef maður horfir á bókakostin hans, þá hann á kafi í galdrabókum og renesans alls konar furðulegum hlutum. Hann að lesa Bruno og fleiri og jafnvel Paracelsus og einhver af þessum köllum sem þóttu mjög skrýtnir og þykja mjög göldróttir í dag en voru miklu vísindamenn á þeim tíma sko. Og svo einhvern veginn að koma hingað náttúrulega og tengja hann þessu landsvæði, það Já, og kannski liggur hluti af því í frægð Jóns, það handverkið, hann hefur nóga efni í timbri á fjörunni og svo hvalfangararnir sem hér voru, þannig að hann hafði nóga tönnum til að smíða úr, hann var líka þekktur fyrir það. Já, og rekan til að... Og rekan allan. Já. Það alveg heilmikil auðlind á svæðinu, það var sérstaklega. Þetta rosalega heillandi saga þessum hann. Já, hún það.